Ert þú velkomin í þennan Gardcast þátt. Ég hefi klár. Ég er í klári. Þetta er sem sagt Garden Gate peysan eftir Jennifer Steingas sem að ég fitjaði upp á árið 2022 eða hvað það var og kláraði nú á dögunum. Hún var svo lengi í verkefnapoka að ég týndi, þú veist, ég var búið með bólinn eiginlega ekki alveg og áttu ermarnar eftir og týndi hespunni. Þannig að þú getur ímyndaðir gleðið mína þegar ég síðan fann hana, þó hún var ekki, þú veist, það var ekki heil hespa, ég veit ekki alveg hvað, veit ekki hvort ég notaði þetta í eitthvað, eða hvort þetta var aldrei heil eða hvað var í gangi. En ég sem sagt deildi inn í tvennt og prjónaði hér 2/3 ermar á þessa peysu. Sem er reyndar það sem að mér finnst vera betra. Mér finnst næs að hafa 2/3 eða 3/4 lengd af ermum, allavega á svona þunnum peysum, finnst mér mjög þægilegt. Þannig að þessi er tilbúin. Ég notaði sem sagt True Merino í þessa peysu, prjónastarð 3, frekar en 3,5 vil ég segja. Straffi prjónaði ég á 2,5 ef ég man rétt. Og annað klár er ég með. Það er Ennett Riddarinn. Ennett Riddarinn segi ég út af því að ég elska þetta munstur, apparently. Ég hef gert lopapeysu úr léttlópa úr þessu munstri. Ég hef nýlega gert bara svona peysunni með öðrum, úr þessu gatninni með öðrum litum. Ég ætlaði hana á manninn en ég veit ekki, þú veist, stundum er kona bara ekki alveg með. En hún er það lítil að, þú veist, hún er nánast of lítil á mig. Hún passaði ekki á manninn. En dóttir mín eldri baði þessa liti. Mér finnst geggjaðar saman, sko. Ég litaði þetta bara fyrir hana og á þessa liti til, reyndar líka. Og finnst þetta koma bara ruglvel út. Þetta ótrúlega fallegt, ótrúlega fallegt hvernig Peruvian Highland ullin kemur út í munsturprjóni. Ég er að truflast. Hvað mér finnst þetta vera fallegt? Ekki þannig að þú veist, ég prjóna svo fallega. Ég prjóna alveg fallega, en ég meina bara að gatnið kemur svo vel út í munsturprjóni. Það er ekki alltaf þannig í gatni, finnst mér. Anywho, og 3. klárið er ég með. 2,5 ár, jafnvel 3,5 ár. Það er langur tími síðan ég byrjaði á henni. Ég meira að segja bjó ekki á sama stað og ég bý á núna. Ekki það að það sé einhver rosaleg mæleining, en þú veist, er það inn í mér. En sem sagt, árið 2023 eignaðist ég mitt fyrsta barnabarn og þegar ég heyrði af því að hún var að koma í heiminn þá náttúrulega fór ég af stað, sko. Ég byrjaði að prjóna geðveikt sætan röndóttan röndóttar svona smekkbuxur á pingu litlu, þú veist, þetta var bara svona. Kláraði ekki. Svo datt mér í hug, ég geri peysu sem ég get, þú veist, hún getur verið þegar hún er 1 árs eða eitthvað þannig. Barnið verður 3 ára núna í september. En ég var að klára þessa peysu. Þannig að nú krossa ég bara fingur að barnabarn númer 3 sé stelpa eða að foreldrar þess séu til í að láta strák vera í bleiku, að þá getur þau fengið þessa peysu sem að ég byrjaði semst á árið 2023 eða snemma 24 og var að klára, þú veist, ég átti svona eftir. Það tók mig hálfa kvöldstund, svona eftir og þetta var í póka, ég veit ekki, í þessu 2 ár. En ég tók mér sem sagt til og bara kláraði helling. Þetta er mjög satisfying að hafa klárað svona mikið. Mér líður eins og ég hafi afrekað heila ósköp þó þetta hafi verið heil 2-3 ári vinnslu. Sem sagt,
þessa peysu prjónaði ég líka úr True Merino fingering eins og þessa hér. Ég sæki ekki rosalega mikið í þetta gagn. True Merino línan hjá mér er sem sagt bara 100% merino ull sem er ekki supervass meðhöndluð. Og þetta er svona, þú veist, maður finnur alveg lanolínið í ullinni, þú veist, drýpur ekki af, ég er ekki að meina það. Heldur, þú veist, það er erfitt að lýsa því nema bara að segja, þú veist, þetta er mjúkt. En þetta er líka svona eins og þétt. Eða, þú veist, já, mér vantar lýsingarorð, en hérna, þú veist, áferðin er kannski best lýst þannig að ég er oft spurð hvort þetta sé bómull. Ef þú hefur komið bómullagat og þú veist svona þéttleikin í því eða svo leiðis. True Merino fingering kemur líka bara mjög vel út, finnst mér, í hérna munsturprjóni, True Merino fingering. Þetta er sem sagt klárin sem að ég er bara hræðilega stolt af. At the moment. Ég ætlaði nú alveg að tala líka sko hvað ég er með á prjónunum. En ég gleymdi því heima og ég er hérna niður í vinnu þannig að það eru vettlingar sem heita Reo. Ég geti reyndar sýnt þér hérna búðasýnusotn sem ég er með hérna. Þetta eru þessir hérna vettlingar eftir hana Guðlaugu. Þetta er sýnishotn sem var forðum daga í Garðbúð Eddu og er sem sagt prjónað úr Perfect Sock, garnið sem hún var með hérna til sölu hjá sér þegar var hún hét og ég er að prjóna það úr hérna merino nylon sock er ég að gera. Ég bara rosalega svipuðum litum reyndar. Og annað bara held ég sé ekki að prjóna þessa dagana. Jú, ég er með hérna alltaf, þú veist, einhverja svona sokkasnáka. Ég var að skoða það eins. Sokkasnákar. Ekki sokkastrákar. Eitthvað sem ég hugsa alltaf þegar ég er að skrifa eða segja sokkasnákar, sokkastrákar. Það er alveg eins og þegar ég ætla að gera feðra einhvað, þá hugsa ég alltaf, eða nei, það er alveg eins og þegar ég er að skrifa eins og ferðaprjón, þá er ég alltaf að hugsa feðraprjón, eins og það sé þeng. Feðurprjóna. Skemmtilegt. Væri gaman að gera dökkbleikan eða dökkgrænan hæl og tá á þetta. Anywho. Ég man ekki hvað ég ætlaði að fara að segja. Jú, ég er alltaf með sokkasnáka sem sagt einhvers staðar og já, ég á eftir að klára rjómablíðuna, já, ég ætla að klára það næst. Ég ætla rjómablíðu eftir Eddu. Talandi Eddu, þá er ég að fara og vera í Glerhúsunum í Hafnarfirði á morgun, 11. apríl, frá klukkan 12 til 4. Ég hef ekki verið þar áður. Er svolítið spennt af því að þetta eru glerhús og ég elska glerhús, ég elska gróðurhús og þannig. Og í því samhengi einnig. Þá ætla ég að sýna þér loðnu sem að ég var, þú veist, ekki að taka inn, en ég pantaði til þess að prófa að lita og ætla að koma með í Glerhúsið á morgun. Og þetta er 100% súrjál pakka í fingeringróleika, þannig að þú veist að þessari 100 gramma hespu eru 400 metrar. Ég gerði litla pröfu sem að þér að segja er prjónuð 2,5, þú veist, bara eins og maður gerir oft með fingeringat, bara svona til að sjá hvernig þetta kemur út, þú veist, ég er að sjá fyrir mér svona fínlegar sparipeysur eða
eða einhver svona fínlegan gataprjóns eða leistrefil eða slá eða sjal eða eitthvað svona, þú veist, já, að því að, þú veist, líkið það koma vel út, annars ég hafi prófað, þá gæti ég trú að þetta kemur vel út í gataprjóni. En ég gerði líka pröfu, eða að gera pröfu úr þessu með merino fingering. Þannig að fingering plus fingering verður DK. Þessu eru prjónunum 3,5. Sérðu? Opin peysa, eða eiginlega bara hvaða peysa sem er. Þetta verður frekar þétt. Það verður mjög vel hægt að nota grófari prjón, sko, með þetta svona tvöfalt, sko. Og svona af þessari litlu pröfu dæma finnst mér eins og, þú veist, það er ekki rosalega teygjanleiki í alpakahöllinni, bara eiginlega ekki, en það er það í merinohöllinni, þú veist, það gerist alveg eitthvað. Og líka, þú veist, ef það hefur prófað prjóna flíkur úr merinohöll og þá, þú veist, stækkaðar pínu. Þess vegna er svo næs að nota mohair eða þá eins og þetta þetta fluffy gat sem er ekki fengið neitt nafn ennþá, finn út því og eftir. Grunnurinn þar að segja að heldur ég svolítið í skefjum, þannig að þú veist, þú færð eiginlega 2 in 1 eða þannig. Þú færð fluffið, sérðu hvað þetta er mikið? Fluffið og struktúrin sem að alpakagatni gefur og svo double mýkt eða tvöfalda mýkt út af því að bæði er mjög mjúkt, bæði merinohöllin í fingeringatninu sem ég er með og alpakahöllin. Og sem eins konar kontrast við, þú veist, þetta fluff er annað sem er nýtt og það er sem sagt glimmergat sem er, þú veist, ég hef áður verið með svo silfur glimmer, gullglimmer, en þetta er svona, þetta er ný tegund og ég veit ekki hvað þetta heitir almennilega, en þú veist, ef ég horfa á þetta og eftir hvernig ljós fellur á þetta, að þá sé ég eins og, þú veist, ég sé bláan, ég sé bleikan, ég sé grænan, ég sé gulan. Ég er ekki að tala litin á þessar hespu. Þó hann sé vissulega líka í regnbogalitum. Heldur ég held ekki að sjáist, ég held að sé vonlaust að reyna að filma þetta. Ég held að það sé bara einhver vitleysa. Sem sagt, glimmerþráðurinn, glitþráðurinn er marglita. Þannig að á hvítu gatninu eins og núna, þá glitrar á bleikan, grænan, bláan, fjólubláan, gulan. Sko, þetta er svakalega fallegt. Og þetta hef ég litað á nýja litin sem heitir Pastel Fairy Tale. Sést. Já. Pastel Fairy Tale sem að ég kem með á morgun og ég kem með hann á þessu glitgatni og merino nylon sock. Já, og annar nýr litur sem að heitir Grunaður grænsku. Svakalega fallegur grænn litur sem að þetta er bara svona solid litur. Þetta er hreyfing í honum að því þetta er handlita gat, fattaru. Já, Grunaður grænsku. Tegja mig í, þú veist, þeir sem þekkja dreki, þá er hann svona, eða dreka, þá er hann svona við hliðina á því. Það trufla mig ljósið. Og þriðji nýji liturinn sem að reyndar ég fór með líka á, og líka Pastel Fairy Tale fór ég líka með á Garnival. Hann er svona húrandi bleikur. Hann er ekki neonbleikur samt, en svona alveg bara vel bleikur.
hvað? Þú getur vel nota bleikan með Pastel Fairy Tale. Þú getur líka sko vel nota grænan. Ég held að þessi engin litur sem getur ekki nota með þessum hér. Þessi og þessi. Til skiptis, ekki saman. Heldur til skiptis í einhverju. Peysu. Eða sjali. Ég var að hugsa að útnefna Pastel Fairy Tale sem Pride lit frá Vatnsnesjörn árið 2026. Svo var það nú þannig að ég með svona áskriftarklúba í boði, í fyrsta skipti. Og var sem sagt með fyrstu afhendingu núna á vormánuðunum. Það fór í febrúar, mars og apríl. Síðasta sending fór rétt fyrir páska. Og það voru þrjár tegundir í boði. Það var sem sagt feitklúbur og svona þrennuklúbur og undurklúbur. Og feitklúburinn var sem sagt 6 hespur og þeir sem voru með fengu 2 hespur í hverju mánuði. Samtal 6 hespur sem síðan á endanum myndið feit, eða svona feitsett. Og svo í þrennunni þá voru 3 hespur sem að voru bara, sem sagt það var allt eftir, þú gast valið bæði gagn og líka lita svona þema, eða lita þema, jú. Og þrennuklúburinn var hans sem sagt 3 hespur úr ákveðnu litað þema og svo undurklúburinn og það var eða 9 hespur, 3 í hverju mánuði og það var bæði litur og gatt sem að þú vissir ekkert um. Og ég ætla að sýna þér aðeins, ég átti sem sagt 3 tegundir af feiti eftir sem ég ætla að sýna þér. Sko. Og sem sagt, kom... Ég veit ekkert hvernig ég á að halda á þessu öll í einu. Það gengur ekki upp. Það verður... Ok, svona. Svona. Og svona. Þú veist, sem dæmi... fyrir eitt settið. Ok. Og svo var dæmi fyrir annað sett og það var og ég ætla að setja myndir inn líka svo getur séð hver var sem sagt hugmynda uppsprettan eða svoleiðis. Ég hef þetta svona. Annað feitsett. Það leit svona út. Og þú veist, þá fóru þú veist, 2 fyrst, 2 svo og 2 svo. Og síðasta sem ég á til þess að geta sýnt þér. Þetta seldist allt upp fyrir utan þetta. Var þessi litasamsetning. Og næsti klúbbur, hann fer í sölu núna eftir helgi. Og verður afhentur í þá maí, júní, júlí og ég sem sagt ég kem til með að uppljóstra hvaða litaþemu og hvaða gagn verður í boði fyrir það núna eftir helgi. Ókidjók. Ég ætla að láta þetta duga í bili. Ég þakka áhorfið og við sjáumst næst.